Það ljóð að horfa á fallegt silki. Þetta segir Signý sem eini silkiormaræktandinn á landinu. Þessi dugmikli grundvinningur nam tískuhönnun við Listaháskóla Íslands og fékk þar áhuga á textílgerð. Þetta sem sagt verkefni sem ég að vinna bara út frá BA-ritgerðinni minni. Já, verkefni fjallar það að rækta silkiorma og reyna að koma yfir á svona íslenskt fæði, að koma íslensku hráefni inn í fæði hjá þeim. Og já, í rauninni bara sjá hvort að það sé grundvöllur fyrir að rækta silkiorma á Íslandi. Mér langaði að skrifa bara möguleikana á textílframleiðslu á Íslandi. Og það hægt að rækta ull, hör og hamp. Það eru aðal textílgerðirnar sem þrífast á Íslandi. Það var búið að skrifa þá ritgerð, þannig ég ákvað bara að bæta þessu við. Og það er hægt að rækta það hvar sem á meðan aðstæðurnar eru réttar. Þannig að þetta er náttúrulega ræktað inni. Og hvaðan koma silkiormarnir? Já, þetta eru sem sagt egg sem koma frá Búlgaríu, frá svona silkirannsóknastöð. Og já, þannig að maður fær bara, þetta er bara eins og lítil sesamfræ, færðu bara send og síðan bara, klikjast þau út og... Þú býrð til aðstæður fyrir þessi litlu egg sem eru hverjar? Það þarf þá að vera rétt rakastig, rétt hitastig og ljós ákveðin tíma dags. Og þannig að ef allar aðstæður eru réttar, þá nærðu besta silkinu. Hvað er það sem er silkið af þessu? Ef þú viltu fara yfir bara ferlið með okkur, sko? Já, þetta er sem sagt silkiormurinn og hann náttúrulega margfaldast í stærð bara á einhverjum 4 vikum. Þannig að hann byrjar í einhverju bara svona litlu korni, endar í svona stórum. Já, þeir eins og þessi, hann er þá kominn á lokastigið. Hann er búinn að fara í gegnum alveg 4 hamskipti, þar sem hann klæðir sig úr allri húðinni. Og það næri hann alltaf að stækka yfir á næsta stig. Síðan sem sagt núna á hann þá bara á næstu dögum að fara að festa sig hérna. Hann myndi finna sér einhver horn einhvers staðar og spinna sér undirstöður þar sem hann fer svo að spinna þessa púpu. Talum að þessi púpan hérna hvíta, er þetta silkið? Já. Bara þetta sem er utan á eða líka þetta harða hérna? Já, þetta er í rauninni floss bara sem hann notar til að festa sig eins og hérna inni. Og það, þetta er bara veikur þráður en það er hægt að spinna í rauninni handspinna úr þessu. Þetta er samt silkið sjálft. Þannig að... Má ég koma? Já. Þetta er silkið sjálft. Það er hart út af þessu serisínprótíni og það er eitthvað sem að, þannig að þegar búið að hita púpuna til að drepa orminn, að þá er hægt að geyma þetta náttúrulega einhverju svona 1-2 mánuði. Eftir það get ég unnið púpuna þá er hún sett í heitt vatn og þá leysi ég upp þetta serisínprótín og þá get ég byrjað að draga af. Þá væri ég bara með heitan pott fullan af svona púpum. Maður setur bara eitthvað svona, einhverja svo tannburstaðibustóni. Þá nærir maður, það er einhver staðar er hérna fyrsti þráðurinn, eða þráðendinn. Leysir upp, erum við að tala um það? Að þú leysir upp bara þannig að þetta verði bókstaflega 1 þráður eitthvað tímann eða? Já, þetta er í rauninni, getur verið kílómetra langur. Þetta er svona 700, 800, 900, alveg upp í 1300. Fyrir eftir bara hversu góð framleiðslan er, hversu góðar aðstæður ormurinn hefur haft til þess að búa til silkið. Og ætlað þú að klára ferlið? Ætlað þú að vera að rekja upp púpu í kílómetra langan silkiþráð? Já, og þá bara dregur maður. Ég er náttúrulega ekki komið tæki, þannig að það verður eitthvað svona handsnúið eða borvél eða eitthvað, ég veit ekki. Þá er ég komið þráðinn sjálfan og prótínið er þá bara eftir í vatninu, serisínprótínið. Þessi þráður er náttúrulega rosalega grannur, þess vegna þarf maður að taka alveg, nokkrar púpur, 10-20 púpur, bara til að ná þræði sem maður getur virkilega séð og, notað. Ástæðan fyrir að ég hef áhuga á þessu að þetta er ekki bara til textílframleiðslu. Silki núna, bara hráu silkiþráðurinn, það er hægt að nota hann í líftækni og í læknisfræði, þannig að það er hægt að 3D-prenta úr silki. Þannig að ég gæti, prenta bara þessa krús úr silki ef ég vildi, en líka, það er hægt að spinna úr þessu þá, bara nanospinna. Þá silki passar rosalega vel inn í líkamann. Ég var að mynda að spá í því, hvort þú værir að meina það. Er þetta bara hjartaloku úr... Já, allavega eins og æðar, það er hægt að búa til alls konar himnur, það er hægt að búa til, vöðva, það er eitthvað, þetta eru náttúrulega verkefni sem er gangið út í heimi, það er náttúrulega ekkert hérna og ég er ekki alveg mennt í þessu, en það er hægt að búa til þess að byggja upp vef, þá er basically hægt að setja svona skaffold, svona bara burðarvirki sem að líkaminn svo fyllir upp í. Og þegar silkið er það náttúrulegt, það passar
þetta er gott utan á húðinni, þetta er gott innan í húðinni, eða innan líkamanns. Sko hann nærist bara á mórbyrjalaufslaufum. En síðan náttúrulega, þetta er mest í Japan, Indlandi, Kína er stærsta landi og þetta er náttúrulega fjölmenn lönd og landsvæði undir mórbyrjatrjáræktina sjálfa sem er alltaf við hliðina á silkiræktuninni, að þau fara minnkandi, sem sagt að það þarf bara þetta land undir iðnað, undir hús, þannig að það er svona fækkun mórbyrjatrjáa, þannig að þess vegna var farið út í það að búa til svona gervifæði. Þetta er bara svona 25-30% lauf og á móti er búið að koma inn annarri fæðu, öðru hráefni. Já, hjá þeim úti og eitthvað. Já. En hvað varst þú að hugsa hérna á Íslandi? Grásköglana gömlu? Já, allavega einhvað sko, það náttúrulega er bara sumar hérna 3 mánuði, 4 mánuði á ári, þar sem eitthvað er að vaxa og ég veit ekki, ég held að mórbyrjatré vaxi ekki á Íslandi, ekki allavega þannig að þetta nýta þau. Þannig að mér datt í hug í rauninni, það sem er grænt allan ársins hring á Íslandi, það er meðal annars þari og þang, að sækja bara í sjóinn og athuga hvort að það geti mögulega komið allavega inn í fæðið. Já. Og svona, og svo ætla ég bara aðtuga, önnur hráefni, íslensk hráefni sem er hægt að nýta. Svo náttúrulega serísinprótínið að það er hægt að nota í húðvörur og lyf. Sem þú leysir. Já, það er í rauninni aukaafurðir líka, væri hellt frá, en það er eitthvað sem er hægt að nota í, það eru öll svona silkikrem sem kosta 10-20.000 krónur dollan, að þau eru þá með serísinprótíni í og á að gefa eitthvað svaka mjúka húð. Þannig að þú gætir, í framtíðinni gætir þú verið að fara að nýta allt bara sem til fellur og þessari framleiðslu. Já, það er það mikið sem er hægt að nýta af honum, það er basically allt sko. Og svo er náttúrulega, þetta er svona kannski hliðagrein, ég veit ekki hvort fólki líki við það, en náttúrulega silkiormar, ormurinn inni, hann er náttúrulega auka afurð og þetta er náttúrulega bara hreint prótein, vítamín og steinefni, afskaplega hollt. Þannig að þú verður komið snakk líka, von bráðar. Já, mögulega, ég veit ekki. Það er talað að það sé. Já, það er náttúrulega framtíðin og þetta er mjög auðvelt að rækta þetta og þetta er rosalega næring og góður biti, en ég veit ekki hvort að ég ná einhvern tímann að smakka það. Þetta er allavega hugmynd. Ætli ég og Silki, ormurinn hér í Grundarfirði, látum þessu þá ekki lokið í kvöld og segjum bless, sjáumst eftir viku. Menn hafa til sjávar sótt, síðan fyrr á öldur, dæmdir verið dimma nótt og dáið